Hérna sjáum við klassíska róðraræfingu. Við notum skrefstuð til að gera okkur styrk og stöðug. Við spennum kviðvöðuna, við spennum mjóbaksvöðuna og áherslan í æfingunni er að draga saman herðablöðin. Í þessari æfingu erum við mestmegnis að nota stóra vöðva aftan til á líkamanum. Því er hæfilegt að gera margar endurtekningar eða það bil 20 til 25 skipti í hverri lotu. Það getur verið hæfilegt að byrja með léttari teygjubönd. Í þessu setti myndi það vera gula teygjubandið og með meiri þjálfun og meiri styrk að færa sig yfir í rauðu teygjuböndin og síðan er ansi metnaðarfull útgáfa æfingun að vera komin í notkun á svörtu teygjuböndunum. Hérna er á ferðinni klassísk æfing sem styrkir mest lærvöðva, rassvöðva og mjóbakssvæði. Svörtu teygjuböndin koma bókstaflega sterk inn til að létta á heildarhreyfingunni, gera hana gæðalegri og létta jafnframt á jafnvægisþáttum æfingarinnar. Þessir þættir aðstoða við að byggja upp góðan grunnstyrk og þegar hann er komið vel á veg með meiri þjálfun þá má gjarnan færa sig yfir í notkun á rauðu teygjuböndunum í æfingunni. Þegar það er gert þá mætast meiri styrkur viðkomandi við svo að segja minni hjálp frá rauðu teygjuböndunum miðað við þau svörtu. Þannig er æfingin bara einfaldlega gerð erfiðari til að viðkomandi geti styrkt sig enn frekar. Hérna erum við með gott dæmi æfingu sem leynir býsna mikið á sér. Tökum marga vöðva fyrir ef hún er gerð vel. Skrefstaðan, það má jafnvel síga aðeins meira í hnjánum. Við spennum bein, handleggi aftur á við og þeim megin sem við erum að taka á drögum við herðablaðið að hryggnum. Þarna getum við svo vel spennt kviðvöðvana vel og gert þetta eiginlega að kviðvöðvaæfingu leiðinni og síðan á hinn bóginn þá erum við að setja gott átak á stöðuvöðva hryggsins að aftanverðu og þeir taka átak alveg frá mjaðmagrind og upp að hnakka. Þannig er þetta góð grunnæfing til þess að styrkja stöðuvöðva baksins alls. Hérna erum við með gott dæmi æfingu sem reynir fjölþætt á axlavöðva og þá miðlægu vöðvana sem við sjáum hérna í hliðinni á viðkomandi hérna, aftanverðu axlavöðvana og vöðva milli axlagrindana sem að þjóna bæði hreyfihlutverki á axlagrind og stöðuhlutverki ekki síður. Skrefstaða, spennum kviðvöðvana og síðan höfum við æfingu sem að eykur ennþá meira á álag á þessa vöðva. Þeir eru orðnir styrkari. Hérna er æfing sem virkjar og styrkir vel efri bakvöðvan okkar, efra baksvæði í aftari hreyfikeðjunni okkar, aftari axlarvöðva og axlargrindarvöðva. Kjörið að nýta hana vel sem kviðvöðvaæfingu í átakinu á handleggjunum. Spenna kviðvöðvana allan tíman, 12 til 15 skipti hvor megin. Hérna er æfing sem að flestir kannast við. Hún er til þess gerð að styrkja mest tvíhöfða og vöðva sem nefnist brachialis sem að beygja olnboga og er mikilvægt raunverulega fyrir alla að hafa styrka í daglega lífinu. Það sem á að gera til að gera hana síðan erfiðari með meiri þjálfun og styrk er að hægja kannski meira á hreyfingunum og ekki síst þegar maður slakar handföngunum niður. Í stað þess að fara í sverari teygju. 12 til 15 skipti á hvorn handlegg.